svona tímum þá vildi ég óska að líkaminn væri aðeins, hann sniður á marganhátt en ég vildi að hann væri aðeins sniðurri og hugsaði maður með fórhúð hérna og hann var með svona enga trefil og ég kallt út það var ekki of mikið eitt gott á Facebook, maður fær alltaf upplýsingar beint í hann ef það eitthvað svona merkileg frétt þá setur postaði einhvern inn á Facebook og daginn las ég bestu frétt sem ég nokkuð tíma bara séð eða lesið á ævi minni og ég held að allir karlmenn sem sammála með þegar ég segi það var frétt það að hafa gerð rannsókn að það konur sem að stunda mikið af munnmökum og kyngja það minni líkur á að þær fái brjóstakrabbamein. Þetta besta frétt það langt að lesa það helst svona tvisvar í viku nú breyst allt hvernig maður reynir krabba og maður svona, viltu brjóstakrabbamein? Nei, sjúta! Og svo var maður bara alltaf að tala kærastunum hvað kom að þessu, hvað fór meðalið? Þetta fyrir þig, ekki mig. Ég hugsa heilsuna þína. Já, svona, opna minni, meðal, já. En, já, Guð kallmaður. En auðvitað mátti maður ekki eiga þetta, maður mátti ekki eiga þetta. 2 vikur seinna kom önnur frétt. Það konur sem stunda munnmök og kyngja eiga mjög meira hættu að fá krabbamein í hálsinn. Þú veist, það ok, það var ekki brjóstin, það var í hálsinn. Og svona, mátti ekki eiga þetta í 2 vikur. Guð kona.